Hjörvar, þú byrjar þjálfarferðilinn ágætlega, þetta leysa Hjört Hjartarson sem í Amsterdam. Já, Hjört náttúrulega fór í frí og svo sem bara rætti mig á hádeginu og sunnudaginn og það var hellingsvinna því að liðið var illa skipulagt í fyrir leiknum og hellingsvinna framundan en ég svo sem þekki það að þurfa að vinna hellingsvinnu á skömmum tíma og sem betur fer þá tókst mér að púsla þessu saman og búa til gameplan og ákveðna fæstur í liðinu og það gekk upp. Þú hélst liðinu eiginlega á floti í fyrirleiknum þegar voru arfaslagir í þeim leik og lendi sann undir og það var orðið ansið svart. Já, þetta leit mjög illa út en strákarnir hér, ég var að hrósa þeim, þeir náttúrulega héldu sig við það leikskipulag sem ég var búinn að setja upp. Þetta var sammála því, já, strákarnir héldu sig við það plan sem ég setti upp og það var að hrósa þeim fyrir það og gera annað skiptingu í hálfleik sem ég vil meina að hafa í breytleiknum. Og góður öruggur sigur í lokin en þú svona þessi stressaði smá á bekknum, Ég meina eðlilega, þetta er fyrst skipt sem stjórnar liðið og það var bara mikið undir auðvitað. Það er náttúrulega sæti í undanúrslitum í deildinni og eðlilega var maður stressaður. En við náttúrulega bara meira með frábært lið og við vorum með frábært gameplan og það er bara frábært að ná að klára þetta því að mér varst þeir með mjög gott lið KFG og ég er alveg viss að þetta er eitt besta lið í deildinni. Fullt af góðum leikmönnum í þessu liði og ég er virkilega ánægður með þetta. Þjálfun eitthvað sem að þú myndir hugsa þér? Já, mér finnst þetta ógeðslega gaman að stýra liðinu út á velli og ég myndi halda að það væri svona styrkur hjá mér að stýra liði, ég er ekkert viss sem ég myndi nenna, jú, ég get alveg hugsað mér að þjálfa í framtíðinni. Það eru Vangir Júpiters í næstu umferð, bara bjartsýn með það? Já, ég veit ekkert Vangir Júpiters núna bara þurfum að setjast niður og byrja að skipuleggja það. Það verður ábyggilega hörkuleikir. Takk fyrir.